Já, sæl aftur. Það að hvessa hjá okkur þegar líður á nóttina. Við sjáum hér lægð sem að koma hér norður eftir Atlantshafinu. Mun fara með miðju sína hér norður eftir austurströnd landsins þegar líður á morgundaginn og því verður kannski spáin aðeins og aðra leið en þetta kort sýnir. En þetta mun hafa það í för með sér að verða hvöss norðaustlæg átt á undan lægðinni og töluverð úrkoma á austurhelmingi landsins. Sjáum það betur og eftir. Og lýtunga sem að fylgja þessari lægð og hún kemur nú væntanlega ekki mikið við sögu hér sleikir svona austanvert landið og fer nú fljótt hjá. En síðan bíður okkar á næstu dögum töluverð hlýindi og við sjáum í rauninni vísirinn af því hér í þessu korti sem við er þó annað kvöld að þá að streyma hér í átt að landinu hlýtt suðrænt loft sem að munurinn verða yfir okkur næstu daga. En klukkan 6 í fyrramálið þá sjáum við að það töluvert hvasst á landinu, þá sérstaklega á austurhelmingi landsins og einkum og sér á Suðausturlandi þar sem vindur stendur á fjöllum. Þar búið að gefa út gula viðvörun vegna hvassviðris eða storms. Hviður jafnvel geta verið að fara vel yfir 30 metra á sekúndu og það svona fyrst og næst að huga að vegfarendum þar sem og þá þessar hríðaviðvaranir á norðausturhorni landsins. Það verður það kalt á norðausturhorninu að sú úrkoma sem kemur þar og getur verið töluverð að hún verður í formi snævar og væntanlega hríðarveður því fram eftir degi norðaustanlands á morgun. Ágætis eða öllu skárra veður á vesturhelmingi landsins og sjáum síðan að seinnipartana þá nú þessi lægð komið hér úti fyrir norðausturströndinni orðið mikið rólegra í þessu korti. Úrkoman orðin mun slitróttari og minni norðanvert landið. Það getur reyndar gert seinnipartana á morgun svona slitrótta snjókomu eða rigningu hér syðra en það verður þá í ákaflega litlu magni og takmörkuðu. En síðan þegar líður á föstudaginn þá hvessir hjá okkur og hér með kortið sýnir stöðuna klukkan 18 á föstudaginn. Þá hvössuð austlæg átt yfir landinu, sérstaklega hvasst í fjalla eins og þessa tölu bera með sér og getur einnig verið vel hvasst hér á láglendi sunnan og vestanlands og þessum skilum sem koma upp fylgir töluverð rigning og hlýindi eins og við sjáum í hitatölunum. Og þetta ástand sem að vari þá inn á helgina og jafnvel vel fram yfir helgi. Við sjáum hér þá laugardaginn áfram strekkings suðlæg átt hjá okkur og töluverð rigning í þessu sunnan og vestan til á landinu en þurrt að mestu á norður og norðausturhorninu og geta verið bjartir kaflar þar en hitinn almennt séð í kringum 10 stigin og þá einnig við þá sunnudaginn eins og við sjáum hér og sjá að loftþrýstingur sé að fara hækkandi og það verði hlýtt hjá okkur vel fram í næstu viku. En yfir á meginlandið og við sjáum að lægðirnar þær standa hér út í Atlantshafi. Það hefur verið hækkandi loftþrýstingur í Evrópu og við sjáum að það bjart veður víða og hæð hér yfir Rússlandi sem að bera í rauninni kalt loft og viðbúið að við munum sjá hitatölu fara lækkandi á meginlandi Evrópu næstu daga. Og tiltölulega óstöðugt veðurfar á Íberíuskaga, skúraleiðingar sem að geta teygt sig til Kanaríeyja á morgun. Og það rignir duglega úti við austurströnd Bandaríkjanna á morgun eins og sjáum hér, myndalegur úrkomuflekkur þar og hlýtt loft sem verður að keyra sig inn í tiltölulega kalt loft en annars staðar nú ekki svo mikið að frétta. Ágætis veður úti við vesturströndina og sólríkt en það við aftur á móti býður upp á áframhaldandi hættu og skógareldum. En enda þetta hér á korti morgundagsins og verið sæl.